þá kom ég að einu skemmtilegu salsa í viðbót. En það sem öðruvísi við þetta salsa, þetta svona grillað. Ég ætla að grilla allt dótið sem fer í salsan. Papriku, lauk og ég ætla að setja ananas í þetta. Gera þetta svolítið meira frúti eins og salsa á alltaf að vera. Þetta verður bara borið fram kalt. Svo ætla ég að hafa avokado og mjög skemmtilega dressingu sem ég ætla að sýna ykkur eftir smá stund. Byrjum á því. Taka hérna papriku. Þetta það sama með önnur salsa. Það má nota, hvaða lita papriku sem Það má breyta þessu aðeins ef það ekki til eitthvað eitt og notum bara eitthvað annað í staðinn. Laukandi tökum bara mjög gróft hérna. Setjum inn í skál fyrst og fremst. Höfum þetta gróft meðlæti. Paprikuna, bara svona í grófa bita. Græn paprika. Tökum eitt chili, hálfan chili. Tökum hérna kjarnan úr. Það nú sá hluti sem hvað sterkastur í chilíinu. Sjálft kjöti ekki það sterkt, höldum honum heilum. Tökum ananasinn. Notum bara smá af honum. Tökum þetta botninn af honum fyrst og svona. Passa að velja vel þroskaðan ananas. Höfum bara eitt svona góðan bita. Það fyrir bara svona. Hérna úti. Svo tökum við skálina, setjum smá ólífuolíu. Bara svona létt. Salt. Pipar. Nýmulinn að sjálfsögðu. Svo erum við þetta hvítlauksmauk sem hefur kemur fram á nokkur öðrum þáttum. Þetta bara maukaður hvítlaukur með olíu. Setjum aðeins hérna, einn skeið cirka, tveir. Veltum þessu bara svona upp aðeins. Svo þetta bara hellt inn á grillið. Færum þetta aðeins hérna til. Leyfum þessu að grilla svona í svona 10 mínútur alveg. Það má koma smá litur á grillið, á grænmetið. Smá svona grillrendur. Þannig við lokum. Jæja, þá erum við búin að grilla grænmetið. Í svona 10 mínútur. Það fara að koma smá litur á þetta. Það akkurat eins og við viljum hafa þetta. Þetta á alls ekki að vera ofeldað, þetta bara að vera svona léttur svona bruna keimur. Þá bara dælum við hérna bretti okkur. Það gerir ótrúlega mikið að bara grilla grænmetið. Það verður allt öðruvísi á bragðið. Það kemur svona léttur svona bruna keimur sem að náttúrulega fylgir grillunni svolítið. Svona. Og svona. Svo ætla ég að saxa þetta. Og því ég að nota hérna puttana ætla ég að vera inn í hönskum. Spara rosalega mikið að vera með svona einnota hanska. Bæði upp á þrifnað og fleira. Herru þessu. Þetta bara skrúrið svona gróft. Tökum þetta kjarnan og ananasinum. Hýðið af. Grófa bita. Svona. Svo ætlum við að taka hérna avokadóinn. Það kunna flestir að taka hérna. Taka steininn, snúa. Passa ykkur að vera með þroskaðan og góðan mango, avokado. Það sem avokadóin gerir, það mýkir þetta allt saman upp. Þá er komið. Þá er komið að leyndarmálinu. Það er dressingin. Smá mangotjörni, eitthvað gott, sætt og kryddað. Tökum hérna 1,5 matskeið. Smá teriyaki-sósu. Svona. Og svona oriental í þetta aðeins. Aðeins meiri chili. Pipar. Og salt. Og pínulítið balsamíko. Bara teskeið. Og síðan svona 2 matskeið af ólífuolíu góðri. 1, 2. Allt gott. Þetta bara pískuð saman. Helltu við salatið. Ég skal segja að það má nota hvað sem er. Ég ætla hérna að nota ferskt kóríander. Það tökum við líka bara gróft úti.
blöndum við aðeins saman. Já, þetta rosalega geitilegt. Uss. Falleg skál. Eins og ég segi, þetta má bæði borða volt, svona, bara beint af grillinu, eða bara kalt. Allt í góðu. Þá það grillað salsa, gróft skorið, með mango chutney og teriyaki dressingu, klárt.